Bók vikunar Eyland, fyrsta skáldsaga höfundarins Sigríðar Hagalín Björnsdóttur sem flestir þekkja annars í hlutverki fréttamanns. Eyland kom út fyrir síðustu jól og vakti nokkra eftirtekt en hún var til dæmis tilnefnd til 4 verðlaunanna, bókmenntaverðlauna kvenna. Í upphafi bókar segir frá blaðamanninum Hjalta og tónlistarkonunni Maríu sem búa saman í Reykjavík samtímans og takast á við hversdag sem flestum kunnulegur. María á 2 börn frá fyrri samböndum, Margréti og Elías og Hjalti reynist helst til sjálfhverfur til að hlutirnir gangi upp, svo María ákveður að flytja burt. Þá dregur til tíðinda en ekki á persónulega sviðinu, heldur verður stór atburður sem breytir Íslandssögunni. Sem fréttamaður fylgist Hjalti grannt með framvindunni eins og kemur fram í kafla sem höfundurinn les fyrir okkur. Síminn tístir þegar Hjalti gengur út úr byggingunni, almannavarnir hafa virkjað samhæfingastöðuna í Skógarhlíð vegna alvarlegs rofs í fjarskiptakerfum og óvissu samskipti og samgöngur við útlönd. Vakin sérstök athygli á því að þjónusta Veðurstofu Íslands liggur að mestu leyti niðri, þar sem GPS staðsetningabúnaður og gervihnatasamskipti eru óvirk. Úlfildur hringir. Góðu fréttirnar eru þær að netið komið í lag. Slæmu fréttirnar eru að það virkar bara innanlands, en við getum þó að minnsta kosti birt fréttir á vefnum. Getur þú farið í Skógarhlíð? Hjalti kemur við á blaðinu og leiðin á samhæfingarmiðstöð almannavarna og lokar sig af með ritstjóranum. Hann klórar sér á ístrunni handan óreiðunar á skrifborðinu og virðist ekkert sérlega hissa á upplýsingunum frá Póst- og fjarskiptastofnun. Þú veist að morgunflugið hefur legið niðri. Þeir ná engu sambandi við skip utan landhelginar. Það er eins og þau sé ekki þarna. Það er bara eins og það hafi verið skorið á allt. Það sé komin einhver veggur í kringum okkur. Hefurðu heyrt í einhverjum? Spyr Hjalti. Ritstjórinn vel tengdur inn í stjórnsýsluna, of tengdur telja sumir, kom við í innanríkisráðuneytinu og ferð sinni ritstjórastóla landsins, sérst stundum snæða hádegisverð með stjórnmálamönnum og embættismönnum sem ritstjóri ætti ekki að snæða hádegisverð með, segja sumir. Það er ekkert til sem heitir ókeipis hádegisverður. Þetta er lítið land. Menn grunar helst að þetta sé netárás, segir ritstjórinn. Þá er hún stærri og betur skipulögð en nokkur dæmir Þeir hljóta að vinna margir saman og hafa hakkað sín í einhver örugustu kerfi í heimi til að takast þetta. Tilhugsunin er ótrúleg. Hvers vegna ætti einhver að gera það? Hann yppir öxlum. Hver veit, hvalveiðarnar, rússarnir, þetta getur verið hryðjuverk eða fjárkúun. Hann hikar. Ef þetta þá 12 árás. Hinir möguleikarnir eru bara enn fjarstæðukendari. Hinir möguleikarnir, hverjir eru þeir? Ritstjórinn hristir höfuðið. Engin veit neitt. Fólk byrjar auðvitað að ímynda sér alls konar hluti. En við hefðum átt að fá veður af því ef eitthvað hefði gerst, það ekki? Það rofnar ekki sambandi við allan heiminn svona allt í einu, það? Ritstjórinn sveittur á enninu en hann reynir að brosa hugreistandi. Þetta nú bara okkar á milli, það engin ástæða til að fara á taugum yfir nokkura klukkutíma rafmagnstruflun og við verðum að hvetja fólk til að halda rósinni. Á leiðinni útgengur Hjalti fram á Úlfildi í þungum þöngum við kaffivélina. Bollinn stendur tómur undir skammtaranum. Ég veit hreinlega ekki hvað við eigum að segja fólki, segir hún. Við vitum svo lítið. Við dælum út fréttum að þetta og hitt liggi niðri, en það er engin yfirsýn, engin dregur upp heildarmyndina. Hún tekur sykurmól upp úr skál og leggur hann á borðið fyrir framan sig. Það er ekkert símasamband út úr landinu. Engin tölvupóstur, ekkert net, engar flugvélar hafa lent síðan í nótt. Flugumferðarstjórarnir ná engu sambandi við síðustu vélarnar sem fóru. Engin skip heldur, gæslan hefur ekki séð neina umferð á ratsjánum frá því í nótt. Radioamatörarnir ná ekki einu sinni sambandi við umheiminn og það er ekki eins og hægt sé að hakka útvarpsbylgjurnar. Hún hefur raðað 6 sykurmólum í snirtilega röð fyrir framan sig og horfir á þá áhyggjufull á svip. 6 vandamál að leysa, 6 líflínur sem hafa rofnað, 6 óleystar gátur en fréttin hefur tekið á sig mynd í huga Úlfildar og henni líst ekki á hana. Við heyrðum hér Sigríði Hagalín Björnsdóttur lesa úr skáldsögu sinni Eyland. Lýsingu á því samband Íslands við umheiminn slitnar. Afleiðingarnar verða vægast sagt hræðilegar, innviðir samfélagsins hrynja smátt og þá sér valdasjúkt og gráðugt fólk sér leika á borði. Og það skelfilegasta ef til vill að allur sá óhugnaður sem fylgir í kjölfarið á sér hliðstæður í mannkynssugunni og þróun mála virkar því ef til vill ekki svo ólíkleg. Til mín eru komnir 2 gestir til að ræða þessa bók vikunar. Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, rithöfundur og sagnfræðingur og Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur. Velkomnar. Takk.
Ég veit að þið voru báðar áhugasamur þessa bók þegar hún kom út. Þegar ég hafði sambandið þig, Silja Bára, þá sagður að Eyland væri nú þegar á leslistanum hjá þér. Já, þetta var eina bókunum sem ég var alveg ákveðin í að lesa þessi jól. Já, Sigríður Hagalín, hún hefur sjálf lýst bókinni í viðtali við Fréttablaðið sem ástar og spennusögu með pólitísku og sagnfræðilegu ívafi. Það hefur kannski verið þessi pólitíski og sagnfræðilegu þáttur sem kveikti áhugann. Já, ég reynda líka hef mjög gaman af svona staðleysu og svona, já, svona hvað gæti verið þannig bókum og það eru mjög gjarnan svona skrifaðar fyrir ungmenni. Þannig að það er gaman að fá svoleiði sögur úr nútímanum sem eru skrifaðar ætlaðar fullorðnum lesendum. Já, og líka eftir íslenskars höfund. Sérstaklega, já. Einmitt. Ragnhildur, þú hafði reynda þegar lesið Eyland þegar ég heyrði fyrst í þér, en er þetta bókmenntir sem eru líka á þínu áhugasviði, ekki satt? Ég hafði helst áhuga bókinu því hún virkaði svo dularfull. Það var gefið í skína eitthvað hræðilegt gerðist í bókinu en það var eins og öll umfyllunum bókinu að reynda svona halda aftur af því hvað nákvæmlega það væri og svo les maður bókinu og það er eiginlega alveg mikil ráðgáta undir lokin og þegar maður byrjar hvað það er eiginlega sem gerist. Þannig að það var svona svolítið það sem dróði að bókinni hvað það er sem gerist og það er náttúrulega kannski það sem er svolítið áhugavert við hana, það er að hún leysir aldrei þessa gátu, það er ekki hvað gerist eða hvers vegna, heldur er það afleiðingarnir í rauninni sem skipta mestu máli. Já, það er ein vísbending gefin í bókinni, það er þegar að það komið vor og lóan kemur ekki. Þetta sló mig líka rosalega. Og það var bara svona, þá er einangrunnir orðin algjör og það er ekki bara mannkynnið sem að virðist vera horfið, það er bara allar aðra lífverur. Og þetta kallaði mínum huga fram rosalega sterkt bók Rachel Carson sem var svona vakning á umhverfisverðarhreyfingunni, að raddir vorsins þagna. Það sem hún tók eftir nákvæmlega þessu að fuglarnir voru ekki að koma aftur á vorin og þessi bók hafði mikil áhrif á mig þegar ég var að byrja mínu háskólanámi. Þannig að nákvæmlega þessi lína að lóan skilaði sér ekki og mér rennur aftur bara kalt vatn milli skins og hörunds að hugsa það. Þannig að það er lóan sem fyrir alveg með það. Já. Ragnhildur, þú hefur sjálf skrifað unglingabók sem heitir Kópaborgin og sem er fantasía sem gerist á tímum pláuna miklu og lýsir svona ógveikjandi samfélagsaðstæðum. Þetta er svona stórir hörmungaratburðir eins og pláa eða þá eins og hér, algjört sambandsofi heiminn. Þetta eru atburðir sem breyta öllum aðstæðum og forsendur sem við þekkjum. Þetta opnar mikla möguleika fyrir rithöfunda. Já, en það er þetta þannig að sé svolítið algengt minni en það er mjög ólíkt hvernig fólk vinnur úr því. Ég bjóð til svona hörmungar bara alltaf geta látið hlutina gerast í lausu lofti en þessi bók er mér svona býsna, ég segi ekki svona eitthvað raunsæ en hörmungunar gerast þannig alltaf að skoða samfélagið, ekki til þess að losna við samfélagið. Samfélagið í staðan fyrir að hverfa þá einhvern veginn bara er ekkert eftir nema samfélagið og við getum ekki skoða neitt nema það og það er ekkert að komast burt frá því eiginlega. Það er ekkert utan að koma til. Það er líka eins og þessi jafnvel svona tækifæri til að vinna úr okkar versta ótta eða lýsa því hvað gæti orðið ef allt færi á versta veg. Sem er kannski einmitt þetta með afleiðingarnar að það er hún er virkilega að reyna að taka þetta alla leið, ekki sett? Jú, þetta er eins og Ragnar nefnir að þetta já, þessar að þegar það stendur bara samfélagið að einmitt það er þessar bækur eins og Divergent og svona unglingabækurnar ofta þær fjarlægi einhverja struktúra til þess að geta endurskilgreint hlutverk og svona en þarna eru hlutverkin einhvern veginn verða miklu skýrari að það var margt þarna sem að maður svona sá bergmála af Khmerunum þar sem að í Kambódíu allir átt að fara og yrkja jörðina svona sterk kommunísk minni og að þeir sem að sinna landbúnaðunum verkamennir, þeir eru virkilega verðmættir en listafólkið það þarf nú bara að huga sinn gang Einmitt.
og hérna við ætlum að koma aðeins betur að því einmitt núna rétt bráðum en það er svolítið óhugnarlega lýsingar í þessari bók og hérna ég verð nú eiginlega minnast á aftur Ragnhildur að ég las það á vefsínu Hugrás að bókið þín Kópaborgin væri með skelfilegri unglingabókum og þá var ekki verið að tala gæði bókarinnar heldur óhugnarlega lýsingar í henni og það má eiginlega lýsa þessari bók þannig að hún sé líka skelfileg að þessu leiti líka maður verður hálf miður sín eftir lesturinn eða hvað segir þið, hvernig leið ykkur? Ég var mjög með mín. Ég las svona mjög hratt, ég gat ekki lagt hana frá mér og ég var með svona hnút í maganum allan tíman. Og svo eftir ég var búin að lesa hana, þá var ég bara svona með mín í 1 til 2 daga eftir á. Það sækir svolítið á svona eftir á. Já, ég tek undir þetta. Ég hafði mjög takmarkaðan tíma að svona þessa 2 daga sem ég var með hana en það var þannig að ég greip hana, ég tók hana með mér og ef ég hafði korter þá, þú veist, í staðan fyrir að skrifa tölvupósta þá las ég nokkra síður, þannig að hún svo sannarlega og ég hef heyrt margir sem hafa spurt mér, ertu búin að lesa hana og segja þetta, hún leitar á mig og heldur áfram að einhvern veginn svona hrærast í höfðun á manni og ég held að það sé þetta að það er svo margt kunnulegt leið og þetta er svo fjarstæðukent að þá maður bara, vá, myndi maður hafa sér svona, hvora megin myndi ég lenda? Já, ég man alveg eftir því að það var nokkru dögum eftir lasana að segja, ég er ennþá hálfmiður mín eftir lesturinn, þannig að það er, og þetta segja hún hafi áhrif, en við skulum heyra smá dæmi úr bókinni, það gerist eftir að Ísland hefur verið einangrað nokkurt skeið og þeir sem sitja við stjórnvölin eru byrjaðir að sína ýmiss konar alræðistilburði í tilraunum til að endurskipuleggja samfélagið. Og í þessari nýju samfélagsskipan eru til dæmis listamenn, ekki aðeins óþarfir, heldur jafnvel pláa sem þarf að losna við. Tónlistarkonan María, hún spila samt ótröð áfram með symfóníuhljómsveitinni í Hörpu, þótt úti fyrir sig óeirðir, þar sem fólk mótmælir djöfulsins afætunum og anskotans symfóníugarginu. Skulum heyra aðeins brot. Strengjasveitin kemur sér fyrir á sviðinu, fiðlur, víólur, selló, kontrabassar. María er með gamlan seiðing í kviðnum, hún er alltaf 5 ára að koma í fyrsta skipti fram þegar hún spilar á tónleikum. Í fyrstu, svo jafnar það sig, tónlistin tekur yfir. Þau rísa úr sætum og heilsa stjórnandanum, hann hneigir sig, veifar sprotanum og telur í. Verkið er eins og einvígi, eins og leikur. Það er íren að kasta geislum á milli sín, glitrandi ljósbrotum, grípa laglínuna hvor hjá annari, leika sér að henni og kasta henni aftur tilbaka. Hinir strengirnir eru árniður, gnauði í vindi. Leið og María byrjar að spila hættir hún að hugsa sársaukan, meittan úlliðin, áfengið sem kraumar í blóðinu, hún er hafin upp í þessu himneska ljósi. Og svo rifnar þakið af húsinu. Þau heyri ekki sprenginguna, finna bara höggið sem þeytir þeim fram í salin. Flíillinn splundrast og svartlakkaðar viðarflísar og glóandi strengir fljúa yfir salin, beittir eins og bandsægir í andlið tónleikagestana. Þegar María vaknar er allt svart og hljótt. Þungur verkur dynur aftan í höfðinu eins og haggengur hreyfill, andlitið er þakið hálstorknuðu blóði. Hún er föst undir einhverju þungu og mjúku, fálmar eftir fiðlunni en finnur hann ekki, umhverfið er ein klessa af glerbrotum, myrkri og leðju. Hún reynir að veiku mætti að losna undan farginu og tekst loks að velta því ofan af sér, sellóleikaranum, Steingrími. Það fer ekkert á milli mála að þetta er líkið af honum, höfuðið þarna enn, með undruna svip, en það er nærri farið af, verðist hanga á húðinni öðrum megin. Það er blóðið úr honum sem þekur hana, hjúpar hann eins og súkkulaði. Hann hefur varið hana með líkama sínum, hlíft henni þegar risastúrir glerflekarnir hrundu yfir þau úr loftinu og sneittu allt niður sem fyrir þeim varð. Hún staulast á fætur og horfir yfir tónleikasalinn. Hann er martruð eyðileggingar og dauða, þakið hefur fallið inn og mörg tonn af gleri, steipu og stáli hrunið og sprengt djúpa gjá í gólfplötuna. Hún sér ekkert lífsmark með líkumunum sem liggja eins og hráfiðu gólfið í afkárulegum vinklum, heyrir daufa stunu undan hrundum steipuvegg en næri ekki að hagga neinu. Bítu, ætlar hún að segja, ég næ í hjálp, en það heyrist ekki neitt. Aðeins hálfkæður hósti og svo rennur upp úr henni grá leðja. Hún hóstar og kúast og reynir að rata út. Framhluti tónleikahúsin stendur enn þótt glerhjúpurinn hafi molnað utan á honum. Hún kemst út gata á veggnum og fram í móttökuna, úti blika ljós, sjúkrabíla og slökkvibíla drífur að, fólk kemur hlaupandi á mótinni, skipar henni að leggjast á börur,
ber hana niður stigana út í sjúkrabíl og allan tíma reynir hún að koma upp orði. Það er einhver á lífið þarna inni undir vegnum í tónleikasalnum, þið verðið að bjargunum. En það eina sem kemur upp úr henni er þessi gráa leðja. Við heyrðum hér Sigríði Hagalín Björnsdóttur lesa upp úr bókvikunar Eylandi. Sigríður sagði í viðtali við Jórunni Sigurðardóttur í Vísjá að hún hefði fengið ákveðna útrás í að rústa í þessari skáldsögu okkar settlegu og þægilegu borgarlegu tilveru og líka að það væri hollt að hugsa eins í þá átt. En hún líka að nota hugmyndir sem eru þegar til staðar í samfélaginu, þessi sena með sinfóníuhljómsveitinni. Hún endrómar til dæmis gamalkunnu orðræðu, ekki síst kannski eftir efnahagshrunið að listamenn séu afætur og það kannski það sem hvað óhugnalegast, Silja Bára, hvað fréttakonan Sigríður Hagalín getur auðveldlega að flétta samfélagsumræðu og atburðu undanfarinu ára inn í þessar hrollvekju. Já, það var auðvitað mikil umræða það í hruninu þegar var komið grunnurinn og eitthvað aðeins af hörpunni. Að hvort að vættum ekki bara hætta, skilja hann eftir, að það væri nú ekki á svona tímum, þá væri nú ekki þetta forgangsatriðin og mér finnst gaman þegar að Marja og kollegarinnar í symfóníunni eru að tala þarna í bókinni að þetta verði nú allt í lagi, að fólk mun alltaf vilja tónlist og alltaf gera kröfu að þessari menningarstarf sem hefur verið haldið úti og að hversu hratt það gerist að þau verða hreinlega bara fyrir árás. Svo sem hefur ekki orðið hryðjuverk, skemmdaverk unin á hörpunni, en margir vildu leyfinni að grotna niður og maður heyrir alveg ennþá að fólk segir að þetta er nú meiri vitleysan og var meiri vitleysan, hvernig af hverju ættu að halda þessu gangandi. Og það í rauninni margt fleira sem að hún svona fléttar inn í rauninni alveg óteljandi hlutir sem að hafa verið umræðinu sem hún svona fléttar inn í. Við heyrum kannski til dæmis hvað höfundurinn sjálfur hefur að segja það hvernig hún tekst meðal annars á við þjóðernispopulisma. Mér finnst þjóðernispopulismi og þessar breytingar sem að verða einhvern veginn í hinnum vestræna heimi núna, mér finnst þetta alveg óbúslega heillandi fyrirbæri. Ég hef alltaf verið alveg mjög áhugasum þjóðernis stefnuna og bara þjóðernishyggju í samfélögum og hvernig samfélög bregðast við þegar þau verða hrætt að þá stundum rís upp þessi óbúðslega einangrunarhyggja og svona þörfum fyrir að aðgreina okkur frá þeim. Þannig að þó að þessi saga hafi raunverulega verið skrifið í upphafi ársins og áður en Brexit og kosning Trumps í embætti Bandaríkjaforseta var það veruleika að þá er þetta svolítið skrifað inn í kannski forsöguna. Þetta var hluti úr viðtali Jórunnar Sigurðardóttur við Sigríði Hagalín Björnsdóttur bókina Eyland. Það sem í gangi í þessari bók, það eiginlega ekki nógu þægilegri fjarlægð. Það kannski aðeins of nálægt okkur. Já, einmitt, eins og hún segir að hún skrifar þetta áður en þessar kannski stærstu hræringar verða á síðasta ári en þannig að þetta einhverju leiti eins og hún sé að tala framtíðina eða tala nútíðina frekar en einhverja stælisu eða fortíð. Þessi já, það þessi sko pólitíska breyting sem að verður á landinu eftir einangrunina sýnir ofbúslega vel bara hversu auðvelt það í lokuðum kerfum held ég að svona íta hinu óþægilega til hliðar fjarlægja það að búa til einkenni útlendingar drengurinn sem dökkur á hörund og þess vegna fær hann ekki að vera fólki sem hefur óþægilegu skoðunar þeir sem að vilja segja frá því að kannski sé ekki nægur matur fyrir alla, það verða allir einhvern veginn óhentugir og þá bara má þakka niður í þeim. Já, og að endanum í rauninni fjarlæga. Já. Þú talaði líka það Ragnhildur áðan fyrir þáttina þetta væri kannski ekki svo fjarstæðukennt í raun og veru. Nei, þó maður geti séð fyrir sér að ef það yrði heimsendir og þá myndi hitt og þetta gerast kannski aðeins öðruvísi, þá engar af þeim skoðunum sem að persónur bókarinnar láti ljós, ekkert að þessu var eitthvað sem maður hafði bara aldrei heyrt áður. Maður er kannski heyrt að einhverju öðru samhengi og frá einhverjum sem ekki í svona mikilli valdastöðu, en maður hefur heyrt þetta allt áður.
Einmitt. Og svo til dæmis held ég að mörgu háskólafólki þykja óþægilt að lesa í þessari bókum að í ljósi ástandsins þurfi háskólinn að loka úreltum deildum, til dæmis deildum erlendra tungumál og bókmyndafræði. Og við erum heldur kannski ekki langt frá yfirlýsingum á borð við að framlög til háskóla, heilbrigðismál og menningarstofnana verða dregin saman meirinn helming. Þetta er kannski leiðin til að ná til lesandars líka, fara ekki of langt frá því sem við þekkjum, heldur kannski byggja á því og magna það eins upp. Já, og líka bara að þetta eins og þetta að úreltar deildir eða deildir sem þjóna ekki tilgangi, þetta bara gerast í háskólum í Bretlandi. Það bara verið að tala um að loka tungumáladeildum vegna þess að þær sé ekki ekki að það sé ekki beinleins arbærar heldur, já það líka, en að þær skil ekki fólki með sko starfskunnáttu, að þú sett ekki að búa til einhvern vinnumann fyrir samfélagið og þá svona mjög þröng sýn á það hvað menntun og á hverju menning byggir. Þannig að fyrir mér var þetta sko bara veruleiki sem að vinir mínir sem starfi í Breskri Akademíu búa við bara dagstælega. Og þú talaður þetta með að þegar það verður svona lokað kerfi svona út frá sjónarhorni stjórnmálafræðingsins fyrst þetta vera svona nokkuð raunsæ lýsing á því hvernig mál þróast í lokuðu kerfi af því það náttúrulega kannski aldrei til algjörlega lokuðu kerfi eins og verður hér í þessari bók. Einmitt, og það þetta það sem að gerir það áhugavert svona bækur þar sem að það ekkert utanáðkomandi skáldverk, hvort það eru bækur eða myndir eða hvað, að hvernig fólk útskýrir og leysir þá vandamálin. Það ég veit ekki hvernig ég koma orðum að þessu, þetta, hvort þetta raunsætt, sko, þetta ekki, þú veist, maður upplifir þetta ekki sem ómöguleika, að maður sér alveg fyrir sér að svona gæti þetta farið, ekki endilega svona myndi þetta fara, heldur að þetta sé svo sannarlega möguleiki, að einhver myndi sjá sér leikaborði að innanríkisráðherrann sem að verður forsætisráðherra sem verður síðan einiráðherrann allt í einu komin með alla þræði í sínar hendur, stýrir síðan upplýsingum, staðrindum hagrætt eins og með sprengingunni í Hörpunni sem að verður allt í einu ekki sprenging heldur galli sem að rekja má til kínversku verkamannana sem að settu upp hvað áttu þeir að vita íslenskt veðurfar að maður sér alveg fyrir sér að svona gæti gerst, ekki endilega eins og ég segja að þetta myndi gerast. Og það kannski svolítið áhugavert hvernig tekst að setja fram svona miklar upplýsingar en þetta afskaplega stórir atburðir, mikið sem að gerast bæði á samfélagslegu sviði og líka í rauninni einkasviði persónuna og hún alltaf gerað með því að velja og hafna hverju hún segir frá, hvernig hún segir frá stundum hún bara með frétta skot eða svona eins og blaðafréttir inn á milli, jafnvel glærusýningar eða svona fyrirlestra það sem dregið saman. Hún svona, þetta snýst allt svolítið að velja og hafnir það ekki, hvenar fer maður út í smáatriði og hvenar bara lætur maður langan tíma líða og dregur saman. Og svo dettum maður svona inn í umræðu einmitt, kannski hún einbeitti sér nefnilega fyrst og fremst deilað einangrunni og þá dettum maður inn í þessa orðræðu sem kom til dæmis í kjölfar hrunsins sem að við þurfum að byggja upp sjálfbært samfélag og það eru fólks til að líta tilbaka og þetta umræða sem maður kannast við, ekki satt? Svo sannarlega og það kannski eitt svona sem að maður velti fyrir sér sko hversu lengi verður þessi bók auðlæsileg eins og hún núna að kínversku verkamennir, ég held að allir sem eru yfir sko voru orðnir 12 ára þegar hrunið var, muni eftir því að það voru kínverskir verkamenn sem komu og kláruðu Hörpuna. Það eru svona tengingar sem að eru mjög aðgengilegar fyrir okkur í dag að lesa. Við erum mjög fljóta að skilja það sem hún að segja.
kannski svolítið einkenni á svona samfélagsádeilu sem að er kannski beitt samfélagsádela að hún verður kannski svolítið tímabundin eða? Já, en svo geta verið eins og er að gerast í Bandaríkjunum í dag að þú veist 1984 var den mest selda bókin á Amazon það gerist eitthvað aftur en þessi vísun í svona þetta afturhvarf eða að reyna að leita gömlum hefðum og upphefja þær og að það þú veist, maður man alveg eftir þessu í kringum hrunið að allt í nú voru allir komnir í lopapeysurnar og það var taka slátur. Já, allir tóku slátur og matjurtagarðarnir sló í gegn mjög víða. Það var samt skemmtilegt að það í bókinu þá vill nýja ríkisstjórnin eða þessi einsmanns ríkisstjórn að hefja upp svona gamlar hefðir en það með ekki vera of gamlar. Þannig að þegar Hjalti finnur þess að vísindakonur sem að rannsaka ótrúlega miklað smjör og stingur upp á því sem einhverjum svona C-vítamín sem borða mikluna af smjörun og þannig fáum við C-vítamín þá er hún bara eitthvað látt ekki svona, ég vil ekki heyra þetta. Þetta er ekki það sem við viljum vera að halda lofti. Nei. En það er einmitt þessi slípun sögunar að við viljum ekkert þjóðernis hyggjuna sem að byggir á því sem að var hallærislegt ljótt vont þú veist, það er þetta sem að við viljum fjarlæga það og segja nei, við erum hrein og sterk og fengum þessa arfleifð frá formæðurum og forfeðrum en það er mitt ekki borða miklaða smjörið. Það var alveg stórkostlegt atriði. Ég sá vísindakonuna svo skýrt fyrir mér hvað ástríðan hlyti að hafa verið og búin að finna þarna svar við því akkur Íslendinga voru ekki allir með skyrbi og bengrum. Það er einmitt verið að velja mjög sterkt úr svona hvað hendar og hvað má segja og hvað ekki. En það er mjög margt áhugavert í pólitísku samhengi í þessari bókin. Áður en við förum út í það og langar mig aðeins að tala um það að í svona sögu þá verða misjöfn viðbrögð persónana óhjákvæmilega tákgræn fyrir ákveðna tilhneigingar hjá fólki almennt og svona hvað finnst ykkur aðalpersónur bókarinnar almennt? Mér fannst hann Hjalti það sem fekk eiginlega svo mikið á mig, eitt af því sem fekk svona mikið á mig var hvað hann klúðraði málunum hræðilega. Hann var bara svo mikið lita að hann gerði allt rangt. Það var ekkert og hann hafði enga afsökun einhvern veginn. En hann er kannski samt ekki alls slæmur? Nei, hann er nefnilega mjög góður. Hann er mjög svona góður maður en hann er svona góðhjartaður en hann vill ekki taka neina ábyrgð á neinu og hann vill ekki annað fólk sér meginn fyrir sér. Nei, Marja lýsir honum þessi sjálfhverfi og eigingötnu barni. En og þetta er náttúrulega allt í rauninu svolítið táknandi kannski hvernig hann er, þetta á kannski vera svolítið táknandi fyrir okkur hvernig við erum ekki að sjá heiminn og hann upplifir náttúrulega Maríu sem framandi, alltaf framandi, hún náttúrulega er útlensk, líklega spænsk og þó hún hafi búið hérna lengi, þannig hann upplifir hann alltaf sem svolítið framandi en börnin hennar eru fyrir honum og hann svona hefur ekki alveg pláss fyrir allt þetta vesen. Ég upplifi Hjalta og Maríu mjög sem andstæðar stefnur í alþjóðastjórnmálum. Að Hjalti er einangrunarsinnin sem að trúir á tvíhliða samstarf og hann vill ráða því hvað hann fær frá hverjum. Hann ætla bara að gera samninga ákveðin atriði meðan að María hún með því einfalda dæmi að vera útlensk, hún á börn sem eru sonurinnar kemur í ljós er dökkur á hörund en á norskan pappa það er og börnin eiga það er aldrei sagt svo í munni stelpuna hvort hún er þá hálf íslensk eða hvað eða sérst á íslenskan föður en það er þessi svona hún stendur einhvern veginn fyrir tengslin fyrir alþjóðakerfið og Hjalti náttúrulega líka þessi einangrum verður svo ógeðslega áberandi með hann með það að mamma sé með Alzheimer og hann hafi verið svo fyrsti sem hún gleymdi að hann hvarf úr hennar minni og svona þessi einangrum sem hann upplifir er svo óbúðslega hún gengur svo mjög nærri manni og hann verður síðan ennþá meiri einangruna sinni einhvern veginn svona eftir því sem fram dregur.
Já, næstu því eins og hann hafi síðan engra kosta völ en að halda bara áfram í þessum svona spíralíla sem að dregst inn í því hann er þarna fréttamaður en endar eiginlega sem áróðusmistari fyrir þessa einsmanns ríkisstjórn, þannig að hann svona verður og einmitt, og það er hann sem gerir þessa athugasemd sem við heyrðum í fyrsta einslæginu sem að Sigríður las að ritstjórinn ætti ekki að vera svona náinn stjórnmálunum og hann væri að sæjast á veitingastöðum með pólitíkusum og svona, þetta er eitthvað sem ritstjóri ætti ekki að gera og svo er hann sjálfur komin í þær aðstæður að þiggja boð það sem að allt í einu er bara kampavín og luxus í boði og hann svona getur ekki annað. Hann er eiginlega jafn hálfvolgur í starfinu og hann er í engalífinu. Hann heldur hann geti, þegar talað þetta tefla skákina og lýsinni. Gert bæði á sama tíma en þetta lendir hann bara í miðju í svona miðju kafi. Svo hann líka hann bróður sem hann eiginlega öfundar alveg ótrúlega mikið, bæði af starfi hans og bara persónu eiginleikum og fjölskyldunni. En svo leið og bróðurinn er orðin óhamingjusamur þá vill hann helst ekki hitta hann, það er bara óþægilegt. Það er erfitt fyrir hann. Þannig hann gefur mjög lítið af sér, hann hjalti. Já, einmitt. Þannig hann svona hugsa meira sinn eigin hag í rauninni heldur en að hann hefur ekki pláss fyrir aðra kannski. Og svo er það líka dóttir Maríu, hún Margrét, sem fær líka svona, þegar líður aðeins á söguna þá verður hún svolítið stór persóna. Og þá er hún svona kannski fulltrúið þeirra sem er alast upp við ákveð stjórnleysi og stanslösa ógn og kúgunartilburði og það er náttúrulega svolítið hræðileg hennar saga. Já, svo sannarlega og hún sko að vera að lesa sögu hennar einhvern veginn með þetta hræðilega mannskvarf og mannsmorð síðan á þessar ungu stúlku í miðbænum sem að heltók bara þjóðina og fréttir og allt að vera að lesa sko hvernig menn nýta sér aðstæður barna misnota þau og hvernig hún lýsir sjálf henni er lagt þau orð í munn að þegar hún einangra sig frá þessu ofbeldi og reynir að gleyma því og allt þetta og já, þetta var svolítið, þetta skaraðist allharkalega á við veruleikann þegar ég var að lesa á bókina sko. Ég held að einmitt þessi saga hennar, Margrétar, var kannski það sem fékk hvað mest á mig, svona eftir á þegar ég fór að hugsa bókina eftir á. En hún er samt svolítið sterk persóna líka og hún þroskast mjög fljótt og hún á þarna kærasta innan gæsalappa sem að misnotar hann í rauninni líka og nýtir sér aðstæður en hún áttar sig kannski á því að hann er svona bæði heillandi og hræðilegur þannig að hún bæði elskar ákveðna þætti hjá honum en hatar aðra þannig að hún svona verður með fljótt með fullarinn að áttar sig á því að það eru svona þessar andstæður í okkur. Já, og verður líka gerandi, sko, náttúrulega þarna í loka köflunum þegar að við fáum svona kannski besti endanúturinn held ég, svona mesti endanúturinn að maður fær að vita að hún hafi þolað þetta og reisið upp og svona gripið inn í sína eigin sögu, ákveðið á meðan að móðurinnar er sett í skip og senda út í óvissuna og Hjalti flýr og er að fela sig og þá er það hún sem að rísa upp. Já, það er ekki Hjalti sem finnur hana, hann gefst upp á því. Já. Hann fengið það hlutverk og hann gefst upp á því eins og svo mörgu öðru og það er á endan hún sjálf sem þarf að berga sér og samt það hvern hún þarf að berga sér er algjörlega hræðilegt en það er kannski, hjá henni er kannski svona eina vonin sem að höfundurinn leifir okkur að njóta. Þessi litla von sem við fáum hann kannski í lokin. Já, það er einmitt þetta. Hún rís upp, hún ákvað að láta þetta kerfi ekki slega sig, ekki brjóta sig. En fer út úr því. Og þá einmitt veltum að fyrir sér sko hvað verður þarna einhver staðar í þessum litla fyrir því einhver valkostur. Hún er kannski frá upphafi svolítið alltaf svona uppreisnargjörn eða vill svona ráða sér sjálf, hún fer frá móðurinni og hún svona
leitar upp í rauninni jafnaldra og hún svona gerir allt á sínu forsendum í rauninni. En svo það stjórnmálakonan Elín sem við myndust nú aðeins á hér áðan, hún fyrst innanríkisráðherra, grípur fljótt forsætisráðherra stólinn og svo í raun öll völd í landinu. Hún hvað svart hvítust, hún fulltrúi spiltra stjórnvalda, hún fulltrúi alræðisherra, valdasjúkra einstaklinga. Við sjáum eiginlega aldrei undir þetta ískalda yfirborð, kallar hvíta drottningin. Og þá kannski komum við aðeins inn í þetta með stjórnmálin og þetta mynd af þróun mála undir hennar stjórn. Elín, hún til dæmis ákveður að vera að notast við aðferðir sem kallar félagsverkfræði. Þetta vantilega eitthvað sem þú hefur verið að spá í. Já, þessar hugmyndir, þetta er alveg þekkt úr Þetta er auðvitað eitthvað sem við gerum að einhverju leiti einhver staðar en þetta var svona kannski sterkast í svona Sovjet að það ætti að breyta samfélaginu með ákveðnum aðferðum og þú veist og markmið einhvern veginn að já, tilgangurinn helga alltaf meðalið að það þyrfti bara að ná þessi í gegn og fólk svona þegar það sér hugtökin að þá verður það svolítið slegið og þá bara breytur hún hugtökunum Það að tala þetta minnir á Stalín og þetta minnir á Rauðu khmerana en hún svona bælir það alltaf niður og segir nei, við ætlum ekki að gera eins og þeir, við ætlum að kalla þetta eitthvað annað. Já, eins og að það að breyta nafninu breyti aðferðinni eða hugmyndafræðinni en það var líka skemmtilegt með hana að í byrjun að þá hún líka mjög svona tala svolítið klæðnaðinn og hún klæðir sig í flottar vestræna hönnuði og svona luxusvöru og svo hún komin hún var það lopadress þarna á einhverjum tímapunkti, kom með fléttu, ég sá Júlíu Tímosjenko mjög skýrt fyrir mér sem og aftur Tímosjenko náttúrulega var að taka ákveð minni í úkrainskri sögu þegar hún breytti á sér hárgreiðslinni sko, þannig að maður fekk alveg, já, það voru mjög skýrar svona tengingar og hún auðvitað líka það er svona skemmtilegt með hana það nú gjarnan í mannkynsögunni það karlarnir sem eru í þessum hlutverkum að þarna það kona og hún virðist ákveða að búa til barn og þarna með í einni loka senunni hún ekki bara með barn á brjóstir hreinlega í beinni útsendingu. Já, þegar hún tilkynir loka útrýmingu þeirra sem að fá ekki að vera með þá heldur hún á barninu sínu og rosalega fallið þannig hún notar kvenleika mjög mikið þannig að hún kvenlegur innræðisherra og styrkir rosalega mikið það að þetta sé sko framtíðin með því að senda þetta fólk í burtu og þá með því að halda á barninu og þá hún að segja sko framtíðin samt sko Eftir að Donald Trump tók við embætti Bandaríkjaforseta og við fórum að fá fréttir af fyrstu verkum hans í embætti þá hefur fólk verið að tala dystopíuna 1984 eftir George Orwell og ég verð nú eiginlega að segja að það endurlesa bók Sigríðar Hagalín og heyrum leið fréttir af til dæmis einangrunarstefnu Trumps og hugtök eins og post-truth eða alternative facts þá virðist þessi bók eiginlega næstum með svo hreint viðbragð við samtíma þegar maður verður eiginlega svona manni rennur alveg jafn mikið kalt vatn myndir skins og hörund við að lesa þessa bók eins og til dæmis 1984. Já, eitt af því sem að fekk mest á mig við bókina var ferðamennunir, túristanir af því að ég vinn í afgreiðslunni á safni þannig ég sé mjög mikið af túristum og mér finnst örlög ferðamannana í bókinni svolítið ná að fanga einhvern veginn þessa skrýtnu tvíhyggju sem við höfum til erlendra ferðamanna af því að við erum alltaf svolítið að sýna okkur fyrir þá þeir eru að koma einhvað og dásta okkur og gefa okkur peninga en við erum samt alltaf rosalega fljóð til þess að vera pirruð út í þá þeir eru að kúka út all land til dæmis þeir eru bara fyrir einhvern veginn þeir eru að traðka niður allar náttúru þeir eru bara eins og einhver svona óðhjörð eða stundum með talað eins og þeir sé einhver svona óðhjörð og mér var bara svo ótrúlega oft að hugsa til þessar svona stanslösa andlita sem renna svona fyrir framan andlitað mér í vinnunni og já, mér fannst þetta einhvern veginn
vera óþægilega nálagt einhverju sem er til í alvörunni. Mér verði eiginlega í lokin, því nú tíminn eiginlega búinn, en mér verði í lokin að spyrja ykkur aðeins þá sína á mannkyni sem birtist í þessari bók. Ég meina, boðskapurinn virðist að mörguleiti vera sá að það stutt í villimannin hjá okkur og grimmd og ofbeldi nái auðveldlega yfirhöndinu. Var þetta svona eitthvað tilfinningi sem þið funduð fyrir líka? Já, alveg mjög mikið og og þessi viðbröð Maríu sem nefndi áðan að trúin á það að fólk mun alltaf vilja tónlistina, það mun alltaf vilja menninguna, að þetta verði þetta snögga viðbröð sem að kom við því var svo afgerandi að maður var svona, já, þetta alltaf svona og þá fer maður líka aðeins að efast sjálfan sig. En þar með verðum við að láta ljúka þessar umfyllun bókvikunar Eyland eftir Sigríði Hagalín Björnsdóttur. Gesti mínu voru Ragnhildur Hólmgeirsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir og ég þakka þeim kærlega fyrir spjallið og hlustendum bendi á að þeir geta komið spurningar og athugasemdir verkið inn á Facebook síðu þáttarins. Við minnum líka á heimasíðu þáttarins rúv.is/bókvikunar. Verið sæl.